Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Reaches býð. Ævar gefur aftur upp. Flottar uppgjafir honum, fín móttaka hjá Sigurði þarna, en Rúnar á miðjunni, en döðspilið frá Víðir. Heldur lágt. Erfið byrjun hérna hjá Runnamönnum. Sækja stiga þá. Flottar uppgjafir þarna hjá Ævari. Sigurður kemur á aftur línunni. Quintan Moore. Hörku vörð þarna. En klaufaleg mistök þarna. Ágúst Guðmundsson ætlaði að lauma þessu bolta yfir. Sett hann í netstrenginn. (5-0) fyrir KA. Fín móttaka þarna. Sókn úr afturlínu, Árni. Filip með að veðjast. Ævar spilar á Sigþór, hann fer í blokkina og út. Í þeim töluðu orðum þá mætir hér Sigurbjörn Árni Hallgrímsson við mér og bjóðum hann velkominn, vertu blessaður. Þakka þér fyrir, Hnikarr. Erum við byrjun hjá Hrunnamönnum? Já, þeir eru nú svo sem með eitt vopn á bekknum, Baldur Rúnarsson. Svolítið sérstakt að sjá að hann er ekki í byrjunarliði þeirra. En þá vantar Kristján Geir, sem er svona kannski búinn að vera þeirra þjálfari og aðalsprauta í gegnum tíðina, en hann er bara fjarri góðu ganni í dag. En Hrunumennir eru oft aldrei seinir í gang og skulum vona að þeir setji smá líf í þennan leik. Já, skulum vona að þeir svona nái að sína allavega sitt. Þarna kemur fín móttaka hjá Jónsson og Rúnar, sem er nú þeirra helsti sóknarmaður, þarf að fá aðeins betri bolta. Þeir reikna bara með því að KA smassi. Já, þeir sáu það í upphitun. Enda, sem sagt, svona öflugir menn, þeir eru náttúrulega bara að æfa sig að negla þetta. Já. Þeir treystu því að Sigþór komi með fastan bolta næst. Ævar enn í uppgjöf. Siggi tekur á móti, Víðir og Gústi Árni og Víðir fær hann aftur, nú setur hann á Rúnar og hann slær og munaði litla, fengið sitt fyrsta stig hérna. Flott áhört hann af Ævari. Víðir úti frá tvíslag á miðjuna, hann er þekkt. En Blokkinn tekur þetta. Já, fyrir þá sem hafa gaman að ættfræði þá má geta þess að þeir Víðir og Gústi, eða Víðir og Ágúst, þeir eru föðurbræður Lúðvíks og Mána og Magnúsar sem spilaði með Hákaliðinu, sem spilaði hér á eftir. Bjarkasonum, Bjarki var bróðir þeirra Víðis og Gústa. En Ævar renn í uppgjöf 9-0, þetta er nú óþarflega langt forskot. Já, þetta er erfitt að fá uppgjöfina frá Ævari svona í upphafi. Já. Fljóta og það sem ég býð nú mest betur eftir að Filip gerir einhvern tímann einhverja breyting á sínu liði og leyfir svona minni spámönnum að spreyta sig á móti Hrunamönnum. Hann er nú ekki þekktur fyrir það svo sem.
Já, Johnson. Heppinn þarna Ævar. Þarna rúllaði boltinn réttu megin við. Og staðan 11-0. Fáum kannski 14-2. Það sé í frægum leik. Já. Það má setja pening á það. Já. Ævar með uppgjöf. Ágætis móttaka Víðir spilar svo nú. Slær Rúnar. Slær beint í andlitið á Philip. Og Philip ekki sáttur í sína menn. Skammar Quintin. Óskaplega. Rúnar mjög segursmassari. Það var hörkusmass þarna, já. Gústi með uppgjöf, Ævar tekur á móti, Philip og það Quintin sem fær hann og hann í blokkinni. Rak sig í netið þarna. Siggi fór í netið þannig að ætla að slá hann upp. En þeir dróðu úr þessu smassi frá Quintin. Og ef við höldum áfram með ættræðinni þá Siggi bróðir Karenar sem spilaði lengi með Afturheldingu og HK og landsliðinu. Karen Gunnarsdóttir. Þau eru sem systkin og Kristján Valur Gunnarsson sem spilaði lengi með KR bróðir þeirra líka. Þetta liggur svolítið í ættum. Fín móttaka hjá Árna og Rúnar fær hann aftur og Rúnar með annað stig. Það 12-2, þetta fer kannski 14-2. Já, þeir ráða ekkert við Rúnar. Nei. Og Rúnar er góður í uppgjöf líka. Fastar uppgjafir. Búinn að draga upp aðra erminn á bollnum. Þegar mikið líka við fyrir hann að hysja upp þessu stuttbuxurnar líka. Það svona vörumerki hjá honum, þessi ermi og þarna sáum við eitt alvöru smass. Já. Mason þarna, svona 30-40 cm fyrir ofan Árna í blokkinni. Þannig að það erfitt að eiga við þetta. Enda hörkum í því smassari Mason. Nú kemur höggið. Nei, þeir eru að ráða við þetta. Þetta var laglaust. Það einhver misskilningur þarna. Nei, það 14-2. Það 14-2. Það var gott ég lagði það undir áðan. Já. Sjá hvort hann kemur fastar í bolta núna. Já, ég held það. Nei, aftur svona laus. Hann lendi vandræði með það og Philip refsar þeim. Já. Philip tilbúinn og skynsamur leikmaður. Hann ekki endilega komin hérna til þess að leika sér. Nei. Hann komin hérna til þess að klára þetta. Þeir ætla sér þrefalt. Þeir búin að vinna deildarmeistaratitilinn. Þeir ætla að vinna bæði bikar og Íslandsmeistaratitil líka. Flott móttaki á Sigga og þá Siggi fær hann aftur. Slær í blokkina. Og þeir tala hann saman. Sigþór slær létt. Og yfir þurfa að koma þessu. Já, Gústi kemur þessu. Og Hrunumönnum. Mason. Það var fast. Árni nær bara ekki upp í þetta. Nei. Og hann tegir vel úr sér. Já. Þeir hefðu þurft að hafa Rúnar á móti Mason. Og hann geti komið fastur hjá honum. Nei, hann enn í skrúfuboltanum. Rúnar nær þessu. Hvað spara sig. Net á Mason hann. Já. Steinn Amur vissi sínu sög. 3-16 staðan. Og kemur Johnson í uppgjöf. Það svo sem engin skömm að því miðað við það sem við sáum áðan. Nei. Tvö bestu lið kvenna deildarinnar og þessar tölur voru nú bara þar líka. Þarna Sigþórarinn að tróða boltan í staðinn fyrir bara að slá hann. Já. Hann hræddur við blokkina. Já. Þeir hafa nú oft verið góðir í blokkhrunuminn. Það hefur svona verið, já. Þeir eru náttúrulega betri þegar netið 2.35. Já. Það er þægilega fyrir þá. En þeir hafa, gegnum tíðina verið góðir í grunnatriðunum. Staðsetningum, háörn og svoleiðis. Það getur skilað þeim eitthvað hér í dag. Philip, eitthvað ekki alveg sáttur. Já, vel gert þarna. Já, Víðir. Þá fær Siggi sénsinn, setur hann langan og hann skorar. 5. stig, 5-17. Munum að áðan komst nú afturleggingin í 7 stig í fyrstu hrinnu á móti, þá voru 2 efstu liðin í deildinni þar. Þeir
finna það eru dauðir blettir hérna á vellinu hjá Káa líka. Þeir þurfa bara að finna þá. Já. Þarna kom Mason. En það búið að vera mjög skemmtilegt að sjá Philip spila á Mason í vetur. Ég hef aldrei séð Philip spila svona mikið á miðjuna eins og í vetur. Það hefur verið að skila Káa alveg svakalega, það veit enginn hvað á blokkinu á að koma. Jónsson, Víðir og þá fær Gústi séns. Já. 4. Já. Hann hýtti boltan ekki þarna. Nei. Setur í strenginn. Mason í uppgjöf, hann er nú honum er nú stundum skipt út af í uppgjöf og þeir fá þennan Philip á þennan hérna. Já. Þarna vantaði hreyfingu hjá Gústa til hliðar. Já, Víðir var næstuði búinn að taka hennar bolta. Já. Mason í uppgjöf. Jónsson móttöku, flott móttaka, Víðir og það er Árni sem fær þennan séns og slær í blokkinu út. 7. stig Hrunamanna, orðið að veruleika 6-20. Árni fer í uppgjöfuna. Víðir er líka þekktur fyrir að dreifa spilinu. Hann notar alla sína menn. Já, og leifur öllum vera með, hann er svona... Þessi var, þetta er bara 4. Já. Þetta var aldrei. En, já, maður hefur stundum sagt það að þegar Víðir er búinn að setja einn á kantinu og einn á miðjunni, þá kemur næsti bolti í Díó. Gerir þetta svona í vikti skiptis. Skiptir þessu nokkuð jafnt. Já. Á milli. Þessi er úti. En munið að Litlan færi í Gunnar, en hann var lipur. Þá kemur Philip, hvernig uppgjöf ætli hann komi núna, stundum setur hann að dettur hún á strenginn. Siggi með flotta móttöku og það er Gústi aftur. Þessi er 4. Já, hann er ekki að ná honum yfir strenginn. Hann er ekki að hitta boltan vel. Nákvæmst þarna, spurning. Og nú, þetta er það sem Philip gerir oft. Lætur hann detta svona niður og enn er það Gústi. Já, þetta Holdan þetta bara í áhörnina. Þeir eru hátt uppi, Káamenn. 23-7 og Philip er enn að gera þessar uppgjafir. Rúnar. Leikli. Það var leikli. Það var aðstoðardómari sem var búinn að flautaði leikli og þá flautaði og þá gaf Philip upp, af því að hann heyrir náttúrulega bara í flautinu, eðlilega. Tilbúin í uppgjöf. Hrunamenn, eins og ég sagði hér í kynningunni í byrjun, Hrunamenn hafa ekki verið að spila reglulega í vetur, þeir hafa ekki verið þátttakendur í Íslandsmóti og... Þeir hættu, þeir spiluðu heldur ekki Íslandsmótinu í fyrra, en fram að því voru þeir búin að vinna næst efstu deild ansi mörg ár í röð. Já. Voru sterkir á heimavelli á Flúðum. Hrunamenn tapa nú vilt ekki þegar réttur dómar er að dæma, það er nú bara þannig líka. Gerist þetta grín að því, en þeir eru mjög segir. Oft lengi í gangin ótrúlega segir. Kemur Philip með háan bóabolta, Rúnar tekur bara með fingurslægi eðlilega og fær hann aftur og slær í þá. 3. stig hjá Rúnari af þessum 8. Þeir eiga erfitt með að lesa hann. Hann slær mikið til hliðar, mikið niður í stöðu 1. 23-8. Víðir, Ævar, Philip og Ævar fær hann aftur. Þetta var bara mók. Mók á Ævar hann, kom hann í dæmdi ekki. Sótti hennan undir netstrenginn og þetta var hörkusmass. Þarna kom Sigþór og sýndi hvað hann getur. Hann þarna fljúandi úr afturlínunni. Blokki fór upp með miðjumanninum og var þessna niðri þegar Sigþór tók höggið. 24-8. Ævar kominn í uppgjöf. Og hann reyndist enn og erfitt í upphafi. Ekki var það erfitt núna. Nei, 9 stig. Hrunamenn komnir í 9 stig. Hvítur að vera keppi kelli hjá þeim að ná allavega 25 samtals. Já, það er ágætt markmið.
Gústi með flott aukju, flott móttaka. Vandraði móttökunni þarna. Já, Gústi bjargar þessum. Gunni misti hann aðeins langt á hann en svo kemur Quintin. Og þessi inni. Já, hann skaut hérna bara í tærnar á Árna. Já, Árni var hann á réttu stað. En hendurnar ekki kannski klárar. Nei, þetta svolítið hratt og fast en fyrstur hundur lokið 25-9 fyrir Káa. Og engin skipting hjá Káanum. Nei. Það engin miskun. Nei. Það verður áhætt, hann hérna með nokkra unga leikmenn og svona sem hann hefur ekki verið að nota í vetur. Það einna helsta Alexander sem hefur fengið að... Já, þessum sem eru á bekknum. Alexander svona, hann rótir honum reglu inn en svo fær Vigfús að koma í uppgjöf en aðrir fá nú lítið að spreyta sig. Káamenn tók á móti afturhendingu í 8 liða úrslitum. Bæði þau lið komu beint inn í 8 liða úrslit í bikarnum þetta árið og þar hafði Káa betur á Akureyri 3-0 eftir ágætis baráttu afturhendingamanna í fyrstu 2 hrinunum. Já. En síðasta hrinan var svona einn Káa. En þessi lið eru að fara að mætast í undanúrslitum Íslandsmótsins núna á næstu vikum. Já, þetta verður hörkuleikir. Afturhending búinn að tryggja sér fari gegnum fyrstu umferð með því að spila á móti Stjörnunni, slá Stjörnun út úr úrslitakeppninni í Íslandsmótinu og kannski nokkuð óvænt svona miðað við. Já, miðað við hvernig þetta hefur farið í vetur. Já. En það verður fróðlegt að sjá hvernig afturhending hvernig þeim reiðir af á móti Káa. Hvort að þeir séu á topp á réttum tíma. Já. Ég get ekki séð að Filip ætti að gera neina breytingar. Hann er bara að spjalla hérna við A-liðið sitt og hínir eru bara að leika sér. Alexander á reynilega ekki að koma inn á. Hann hefur verið gríðarlega sterkur fyrir það í vetur, bæði á miðju og kanti. Já, hann er fjölhæfur og getur spilað 10 líka. Ja, hann er komin inn núna, þetta er bara vitleysi mér. Hann er komin inn á fyrir Benedikt. Á miðjuna. Brunamenn eru með óbreytt lið. Þeir eiga nú Baldur eftir. Baldur er líka mjög góður uppgjafamaður. Það verður nú gaman að fá að sjá hann alltaf að koma inn og taka nokkur uppgjafi fyrir þá. Hér á eftir, þegar þessum leik lýkur, þá verður seinni leikurinn í undanúrslitum Gjörispekarsins kalla. Þar mun eigast við HK og Stjarnan. Já. Eins og í fyrsta leik í morgun, kvennamegin. Þá hafði nú HK betur og ég hef nú trú á að Stjarnan vilji hefna fyrir það. Og Filip Já, setur bara í antennuna. Hann ætti að vanda sig meira og Hrunamenn hafa tekið 1-0. Afgerandi fórustu. Já. Það verður ekki hægt að segja annað. Gústi með uppgjöf. Og Vandraði móttöku hjá Káa, þeir eru vandraði með þetta. Nei. Hrunamenn alveg steinsofandi þarna. Já, þetta er óvenjulegt að sjá hjá þeim. Já, þeir eru yfirleitt með þessa hluti á hreinu. Þá kemur Ævar í uppgjöf. Ævar af spyrnu góður leikmaður. Uppgjöf, móttaka, smass, skiptir engu máli. Og uppgjöf. Já. Og fyrirliði Káa og gengur svo sem ágætlega að halda æsingarmönnum þar niðri. Hann er að standa sér bara mjög vel í vetur. Í öllum sínum hlutverkum. Það er mjög góður uppgjafir og erfitt kannski fyrir Hrunamenn að glíma við þessar uppgjafir sem eru
Já, þetta var vel gert þarna hjá. Já, Jónsson. Klaufi þarna, Sigurður. Hefði getað refsa KA-mönnum betur þarna. Þessir í blokkinni og Gústi með afturlínusmass. Já. Kemur Alexander og slær út. Þetta er bara lengst út. Já. Það er 2-2. 2-2. Philip fer að rífast yfir hann í stíð á línuna, það er bara ekki rétt. Nei. Hann steig ekkert á línuna. Það var lengst fyrir aftan. Já. Tveir dómarar sem að meta þetta. Já, við fullirum það, hann hefur lengst fyrir aftan línuna. Allt í lagi að fara. Philip er ekki fyrirlið, þá ekkert að vera að tala við dómarann, en þetta var flott hjá Alexander. Frábær smass hann af Alexander. Hann er enn að raufli dómarinn Philip í leik sem hann veit hann mun vinna. Þetta er alveg furðuleg höfð. Hann steig ekki á línuna. Það láttu mig tala við hann sér Ævar. Það er komin tíma bara hreinlega að setja spjaldið á Philip fyrir þetta. Hann hættir ekki. Nei. Já, redda þessu og Gústi aftur og aftur línunni. Og klárlega fyrir aftan núna. Ævar. Þetta er skemmtilegt spil. Þetta þurfa menn að vera klári fyrir. Þeir þurfa svona að reyna að ná að lesa leikinn. En það er gríðarlega erfitt að lesa sóknarleikinn á KA-mönnum. Það eru einhvern veginn allir virkir. Já. Allir tilbúinir að smasa. Þarna var svolítið lágt uppspil hjá Víði og Árni hefði getað skilað þessu betur. 5-2 fyrir KA. Alexander í uppgjöf. Fín uppgjöf honum þarna. Rúnar Jónsson og Rúnar aftur úr afturlínunni og rétt úti. Og eppið þarna. Já. Þetta bolta örlítið og langt. En 6-2. Kemur Alexander. Gústi tekur á móti og þá Siggi setur aftur og Gústa léttur. Nei. Kæruleysi þarna. Það var kærulaust þarna. Brunumenn hafa ekki efni á því á móti KA. Hann hélt þarna örskamastund að hann væri bróður sinn. Bottaði vinstri hendina eins og Víðir gerir. Flott móttaka þarna hjá. Vel gert hjá Víði. En Quintin hátt uppi og alveg tilbúinn búinn að loka á hann átti aldrei séns. Já, það er við seilingu bara reyna, hann er svo látt. Já, sko, hann beið, tóka eftir þriðja slag og þá er það í góðu lagi. Hann er komið svo langt yfir nettið. Já, þetta er alveg ótrúlega hæð sem drengurinn er í. Nánast ósanngjarnt. Siggi með flotta móttöku. Móttaka þarna og fær hann aftur. Já, vörðin góð hjá KA. Siggi og fær hann hratt út á kantinn. Þessi var inni. Þessi er inni. Já. Philip er manna bestur í þessu að spila gríðarlega hratt út á kantinn. Svona hálfgett skot út á kantinn eiginlega. Ekki engin bógabolt, heldur bara flatur hraður bolt á kantinn þar sem kanturinn er mættur. Og Ævar reyndar í sérfræðingur í að redda honum ef hann mistekst. Já. Þeir eru búin að spila saman í mörg ára, Ævar og Philip. Já, hann gefur hann Tafaspjald fyrir Reima. Hann rekur það í burtu. Þetta er alveg magnað. Magnað að KA-menn skuli eyða orku í þetta. Nei, þetta er bara þvæla, en staðan er 9-2. Philip er einu svona enn, það er komið algjörlega tíma og spjald á hann. Leiðilega er að hann lætur svona meira og minna í öllum leikjum sem hann spila. Þetta er svona karakterinn bara. Svona spilar hann leikinn. Það skiptir engum máli hvort hann er að spila við utandeildarlið eða í úrslitum Íslandsmóts. Þessi var flottur hjá Alexander. Dattinn var að fara að fljóta út af þeirra. Hann misti ferðina boltinn og dattinn. Þetta var mjög góð uppgjöf. Ég skil hrunum mér vel að kalla þennan úti.
10-2. Aftur flottur bolti á Alexander. Þá kemur Jónsson, þessi 4, þessi var í netinu. Aflegging yfir. Það hefði kannski hendað Hrunamönnum betur ef að dómara leiksins hefði gleymt að hækka netið. Já. Til kvennadeildina. Eftir kvennadeildina hefði hendað þeim klárlega betur. Gústi móttökum missir hann yfir og Mason, flott hjá Rúnari. Gústi aftur, Ævar, Filip og Mason. Þetta er vel gert. Virkilega vel gert þarna. Þetta er það sem Filip ætti að einbetta sér að, spila blakið og hætta að vesena stíði hvort að menn er að reyma skó eða stígandi eða ekki stígandi á línu. En ég skil svo sem að Lósætti við að fá töfun á þetta því að Sigþór fór bara beint niður að reyma skóna og þá óþarf ekki að tafaspjalda á það. Jónsson reddar þessum og Rúnar úr afturlínunni. Hörku sókn þarna hjá þeim. Þá kemur Quinton. Já. Aðeins á bjarga þessu. Jónsson fór í netið. Fín barátta hjá Hrunamönnum núna. Ekkert að þessu, það er 13-2. Og það er leiklega, við skulum aðtóa hvort við heyrum í þjálfurum þarna. Við með húmórinn. Þetta var aðspuna. Það var jafnt rétt á það. Við náum þess aftur. Við vorum yfir. Tvisvar yfir. Jónas aðeins kom inn í móttökunum með okkur. Það ströpum hann og við getum hann í móttökunni. Það er ekki unni. Það er fínt. Það er veit aðeins. Við eigum helling sinni. Bara helling. Við erum betur lífið. Það er eitthvað frá lífið. Upp með húmórinn, sögðu Hrunamenn. Já, sögðust það verið yfir og myndi alveg ná þeim aftur. Það er kannski bjartsýni en það sakar ekkert að vera bjartsýni. Tapar allavega ekki á því. Nei. Tapar aldrei á því. Alexander enni uppgjöf, 13-2. Rúnar, Siggi og Rúnar fær henni í afturlínunni. Slær út af. Það er aftur 14-2. Já, aftur 14-2. Þrátt fyrir góða byrjun Hrunamenna í hreinunni. Það var 1-0 yfir og svo 2-2. Alexander með frábæra uppgjöf aftur. Vel gert hjá Rúnari og Siggi fær þennan slag. En sáuð þið hvað Quinton kom langt á mót honum? Já, hann var komin vel onni í boltan hann. Já, komin örugglega hálfa metri yfir hirðminn. Þetta er svakalegur blokkari. Víðir glottir bara hann. Hrunamann megin, hann er örugglega feginn að vera ekki smassa. Þá geta fá bara að spila upp á móti svona liði. Já, lykilatriði fyrir þá að njóta þess að vera á svæðinu. Já. Á að taka þátt í veislunni. Já, þeir náttúrulega komust hingað. Unnu og raunverulega, já. Já, eru hér verðskuldað eftir að hafa lagt bæði Laugdæli og Völsung Eflingu. Og Keflavík. Og Völsung Eflingu sló nú út hitt liði hjá Káa, þannig að það var ekkert sko... Nei. Það var svo sem engir aukvísar þar. Eiga heima hérna í þetta árið, Hrunamenn. Þá kemur Quinton og slær út. Já, ekki vel gert hjá honum þarna. Nei, þetta var... Hann hefur gert betur en þetta. Þriðja stíð komið á Hrunamönnum. Þau þurftu að bíða svolítið eftir því en það kom. Þá kemur bolti á miðjuna, Þetta var svakalig smass hjá Mason. Hann er mikið betri enn fyrir þetta finnst mér. Já, hann er að nýta skáamönnum betur heldur en hann gerði fyrra. En fær líka miklu fyrir bolta frá Filip, þannig að það er ekkert skrítið. Flott uppgjöf þarna hjá Mason. Já. Gústi seinna stíga fyrir þennan. Og þá fáum við nýja skiptingu hjá Káa. Já. Kristinn kemur inn í líbrostöðuna. Við höfum ekki séð þennan koma mikið inn á í vetur. Kristinn Freyr Rómarsson, hann skipti yfir í Káa frá BF núna í janúarglugganum. Hann er búinn að spila með BF í fyrstu deildinni í vetur. Bæði helsins massar auðspilari. Og þarna slær Siggi bara út.
sást ekki touch á þetta, hann var að reyna að fá touch á þennan bolta, snertingu. 19-3, Hrunumenn þurfa að bæta svolítið í. Þeir fóru 9 stig í fyrstu hrinunni, þeir þurfa að gera betur í þessari. Já. Rúnar. Ágættis boltaka þarna, þeir þurfa að koma Rúnari fram í sóknarlínuna. Já, þessi var inni held ég. Já, þetta var touch þarna, hann sló þetta í blokkina og endaði líklega inni líka. Já, ég held það. 23. Vandraði þarna Filip Laumann, einn á að bjarga þessu, já, Ágúst Klöfi þarna. Já, við sjáum það núna í þessari stöðu að stilla Hrunumenn nokkur múið stilla vitlaust upp því Gústi dregur sig aftur fyrir Rúnar í móttökunni, það má hann ekki. Aftur fyrir Sigga segi, Siggi er í stöðu Þessi núti Siggi er í stöðu 2, nei stöðu 1 og Gústaf er í stöðu, Ágúst í stöðu 2. Hann stendur vel fyrir aftan hann. En þetta er búið að vera nokkuð skiptinun í röð, óluleg uppstilling hjá Hrunamönnum. Víðir redda þessum yfir, Kvintinn og Sigþór í blokkinni. 23-3. Já. Rúnar bara hlær. Þeir þurfa að hafa fyrir þessu, Hrunamenn. Siggi. Og Árni með hörkuspass, Kristinn með góða móttöku þarna, Kvintinn slær. Þetta er inni bara. Þetta er inni, þeir fleygja sig þarna í þetta. Ná honum ekki. og 4-3. Ég skal nú eiginlega viðurkenna, ég reikna með Hrunamenn sprækar í þessari hrinu. Og held ég að Steinn ætti að hluta vitleysu senduröð. Nei, hann gerði það ekki, en það skipti ekki máli. Nei, 25-3. Það dró heldur af Hrunamönnum. Já, í þessari hrinu. Steinn. Það er mörg prósent eftir. KM-menn. Það er mörg prósent eftir á batteríu. KM-menn að fara svona tiltölulega auðveldi gegnum þetta. Spurning hvort að fleiri fá að spreyta sig núna í þriðju hrynunni. Og reikna með að þetta sé síðasta hrynan í leiknum. Það er spurning hvort að fleiri fá að spreyta sig núna. Hvíla lykilmenn fyrir átökjum á morgun. Það væri allt í lagi, hann er búinn að spila liðið saman og gaman að fá að sjá menn eins og Vigfús og Ingvar koma inn á núna, það væri bara mjög gaman að því. Þeir fá allt of sjaldan að mínu viti að spila. Ég hefði viljað sjá Hrunamenn gera skiptingu og fá Baldur inn á. Já, nú er Baldur að hita upp. Já. Spurning hvort að hann verði komið inn á núna. Fá hann inn á miðjunni í staðinn fyrir Árna, það væri bara fínt. Árni getur værið í Díó fyrir Jónsson eða vilja hækka blokk. Það vantar Kristján Geir í lið Hrunamanna sem er svona, eins og þú sagðir áðan, svona hálfgjör eigandi liðsins. Já. Og þeirra svona leiðtogi. Og hann svo sem er hérna einhver aðeins á breiddina, það vantar aðeins upp á breiddina hjá þeim að þeir hafa kannski ekki mörgum að móða út á kantana. Nei, Kristján hefur bæði spilað upp og spilað kant. Það er eins og þú segir sko, það er stundum talað flokkseigandafélagið í pólitík og Kristján er eiginlega liðseigandafélagið á Hrunamönnum. Akkurat. En það er búið að vera mikil veisla hér í dag og búið að vera gaman að fylgjast með þessu. Við byrjuðum hér í morgun á
úrslitum í bikarúrslitum í fjórða flokki karla og kvenna og þar urðu Þróttur frá Neskaupstað bikarmeistarar í kvennaflokki og Vestri frá Ísafirði bikarmeistari í karlaflokki. Það fór 3-2 í karlaflokk. Eftir hörkuleik og hörkuleiki báða. Síðan áttust við hér í svakalegum leik. Lið HK og Stjörnunnar í undanúrslitum Gjörisbikar kvenna sem endaði með sigri í HK. Og síðan hér áðan undan þessu leik áttust við Þróttur Neskaupstað og Afturelding, tvö efstu liðin í Bísónadeild kvenna í hinn undanúrslitaleiknum og þar hafði Þróttur Nes sigur 3-1 tiltölulega þægilegan 3-1 sigur 25-7, 25-13 svo töpuðu þeir 25-17, 18 eitthvað svoleiðis og unnið 25-8. Það er óbreytt lið. Það er óbreytt lið hjá KA-mönnum og Krunamönnum. Nei, það er ekki óbreytt lið því að Benedikt Valur kemur þarna inn fyrir Mason. Já, og Alexander er komin sennilega í Díó. Lítur út fyrir það. Sennilega kant þarna. Já, ætli Benedikt sé ekki komin inn fyrir Alexander. Já. Og Alexander orðin kant. Alexander orðin, já. Ævar er kantur. Já, og hann og Quentin er ennþá Díó. Alexander er kantur á móti Ævari. Svo er bara spurningin hverja verða líkurnar á því að það er komið 3 rinnir í röð þar sem staðan verður 14-2. Það er forvitanlegt hvort að við náum því. Það væri ótrúleg staðreynd. Þá kemur Ævar Einarsson enn, þetta gekk mjög illa, hann komst í 11-0 í fyrstu hrinni. Hér fá Hrunamenn sókn. Þeir mega ekki klúra málunum svona, þeir hafa ekkert efni á því. Nei, þeir þurfa ekki að gefa KA-mönnum svona stig. Það er allt til að leyfa KA-mönnum að sækja stiginn í það minnsta. Já. Það er ekki að gefa þeim þau. (3-0). Ævar gefur enn upp. Siggi með flotta móttöku, Víðir og Rúna fær hennan. Sló þetta í blokkina. Nei. Út segja allir. Hitt ekki blokkina. Það var það sem hann var að reyna. Kemur Ævar. 4-0. Jónsson. Víðir, Jónsson fær hann aftur. Ævar, Philip og það er Alex. Hann er blokkaður. Nei. Hann blokkaði út Gústi. Slóheppinn þarna. Já, en hann var mættur. Blokkaði vel á Alexander þarna. Boltinn hrökk af honum og út fyrir. Ævar ætlar að byrja þessa hrinu. Eins og þá fyrstu. Já. Ná afgerandi forskoti. Jónsson slær út. Þeir þurfa örlítið betri móttökur Hrunamenn. Þeirra sterkasti sóknarmaður er Rúnar Bóasson og þeir þyrftu að geta virkað hann í smá slátt og þá gera þeir aftur líberóskiptinguna KA-menn. Kristinn kemur inn í staðinn fyrir Gunnar. 6-0. Ævar. Siggi. Víðir, flott móttöku Sigga og Gústi fær hann. Frábær hávar þarna. Gústi bara blokkaður. Áfram segir Philip. Hann vill ekki gefa neitt eftir. Ævar með lausa bolta. Rúnar. Þessi fór í gólfið. Sló þarna með vinstri. Fram hjá blokkinni og í gólf. Þeir eru komnir á blað. 1-7. Þá kemur Gústi í uppgjöf. Flott móttöku á Kristni.
og Quintin. Setur ofan á blokkina. Ef þeir ná að snerta hann, þá alltaf aðeins séns að hægja á honum. Rúnar var aðeins sett þarna út á kantinn. Benedikt Valur með uppgjöf og hún var fín. Já, 9-1. Þeir eru að ráða illa við þessar uppgjafir hjá KM-unum. Þessa flottbolta sem að KM bjóð upp á hér. Árni, Víðir og Siggi. Mason tilbúinn. Mason með. Það var Káa redda þessu vel. Þá önnur séns og það Rúnar. Já, nú fór hann í blokkina. Nei, hann hittir ekki blokkina. Hitt hann ekki blokkina? Já, hérna hér. Benedikt enn í uppgjöf. Ágætis móttaka þarna. Já, nei, þetta var skemmtilega leikflætti hjá Káa. Þetta var flott. Þetta tókst vel þarna hjá þeim. Smá sirkus. Smá sirkusstig þarna hjá þeim. Ævar þóttist allar smassur afturlínun annan bolta og setur svo út af þrið og þetta getur trublað blokkir og allt. Þá fær Siggi séns. Hann slær á Filip. Smass þarna. Já, stig hjá Sigga. Stig þarna. Sigurður Gunnarsson neldi þessu bara í Filip sem réð ekkert við. 11-2. Já, þetta gæti farið í 14-2. Sjáum hvað Rúnar gerir, hann góður uppgjöf. Kristi með móttökuna og... Yfirstig þarna. Var það alveg yfirstig? Mér fannst að vera með fótinn aðeins og línni. Það alltaf algjörlega óþarfi að dæma á þetta. Mér fannst hann ekki fara alveg yfir. Áhorfendur mig. Hann gat fengið net á þessu svo. Áhorfendur láta í sér heyra. Já. 12-2, Quintin. Nei, það verður ekki 14-2 því að... Menn fá hér þriðja stigið. Þetta verður þá besta hrina þeirra hingað til. Allavega fyrstu 14 stigin. Fyrstu 14 stigin. Já. Fín uppgjöf. Alexander slær út. Já. Nú koma þeir alveg askvaðandi á eftir þeim. Já. 2 stig í röð hjá raunamönnum. Það óþarfi að skora stigin ef hinir gera það fyrir mann. Það verður gaman að Káa að gera smá breytingar. Fengjum að sjá einhverja kappa inn á. Kristinn, þetta misheppnað. Ævar, já, Quintin kemur, slær í Rúnar og þetta með ólíkindum að þið skuli ná svona sókn eftir misheppnaða móttöku sem endar aftan við völlinn. Þessa var bara vel gert hjá Ævari sko. Samt ná þeir að smassa svona smass. Og Quintin náttúrulega barðan alveg ótrúlega. Alexander þeir voru í vandræðum með hann áðan. Ævar, Filip og það Mason, það Ævar. Já, hann hýttir þessu bara niður. Já. 14-4. Alexander í uppgjöf. Gústi Jónsson og þá kemur Rúnar úr afturlínunni og reddar þessu yfir standandi. Filip og Ævar. Þetta þetta hraðaspil sem við vorum að tala um áðan. Mjög erfitt að verðist þessu. Já, hraunamenni vandræði með að komast í þetta. Þetta svona á örlítið hraðara tempór heldur en þeir eru vanir. Já. Slóðust inn boltan, Mason og Filip. 16-4. Og eitthvað á ritaraborðinu.
Og þá kemur tvöföld skipting hjá Hrunamönnum, takk fyrir. Já, hér eru stórtíðindi áhorfendur góðir. Já. Hér Baldur á að koma inn í kantstöðu. Já, þetta eru bara fyrstu skiptingar leiksins. Já, og Axelinn á miðjuna, það ekkert skipt með Axel á miðjunni en Baldur eru yfirleitt spilað miðju en oft hefur maður síðan komið inn í sko uppgjöf, mjög góðar uppgjafir. Nú eitthvað í gangi. Eitthvað með sendiræðir. Mason æfir sig í hárnum með hann. Það er nú forvitilegt ef að KA-menn væru búin að vera vitlaust uppstillir allan tíma og myndi missa öll sín. Já, það væri samt bara 4-0 fyrir Hrunamönnum. Það væri samt bara 4-0 fyrir Hrunamönnum. Einhver engist hérna með sendiröðina hjá Hrunamönnum. Það er nú óþörf að þeir missi stíðin sín. Já, það væri nú illa gert. Hann ætlar ekki að leyfa skiptinguna. Það leyfa stíðin að klárast fyrst. Það er sennilega, það veitum við, hvað segir hann? Ég sýnst hann að leyfa þetta. Þetta er æsi spennandi. Já. Hvaða úrskurð Steinn Einarsson, aðstoðardómari, hér gefur. Það er búið að þurrka hér út. En Filip að röfla í dómarann. Já, hann þarf að halda sig við. Hann er að halda sig við efnið, hann vil ekki kólna. Heldur sér heitum. Já, skipting er leyfð, allavega ein. Önnur skiptingin er leyfð. Hinn er ekki leyfð, einhverju hluta vegna. Já. Axel fer bara í uppbytunum treyjuna aftur. Já. Kannski er hann ekki á skýrsluleikmann 15, ég veit það ekki. Það ætti nú að vera það. Númer 9. Númer 9 segi ég. Já. Er hann ekki það? Jó, Axel Þorsteinsson er á skýrslu hér. Já, Baldur slær strax bara. Já, kemur brattur inn. Rúnar móttöku. Rúnari. Ævar flott. Verjast vel núna, Hrunamenn. Uppspilið heldur lélegt þarna hjá Víðir. Já, Víðir gerir betur en þetta yfirleitt. Ætla að skjóta þessu bolta þarna upp á horna. Setti þennan bolta allt og nálægt netinu. Siggi með hennan, Víðir og Siggi fær hann aftur, setur laust út af. Þetta var klaufalegt þarna. Staðan er held ég 4-18. Já. Fjögur 18 fyrir Káa. Það vissi hann að taka það fram. Já. Alexander enn í uppgjöf. Sigurður tekur á móti, slær með vinstri. Vel gert hjá honum. Þá kemur enn eitt þriðji maður sem við sjáum gera þetta hjá Káa. Já. Hún sjá alla kantana gera þetta. Og 19-4. Ég er enn að velta fyrir mig með þessa skiptingu hérna áðan. 24. Ævar og Alex hafa reynst Hrunamönnum mjög erfiðir í uppgjöfunum.
Nú ætla hann að gera skiptingu Phillips, það Ingvar taktu númer 10. Það að koma Ingvarinn á miðjuna. Hann svolítið klúrað. Þá það 5-20. Já. Hann á Ingvar á að koma inn fyrir Mason í uppgjöf næst þegar þeir vinna boltan KM-menn. Mjög líklegt. Það sé málið. Já, hérna hér. Sigurður slær hennar bara. Já, hann fór út fyrir andennina. Já. Þá kemur þessi skipting. Ingvar hvað Guðbergsson það ekki? Já. Kemur inn á fyrir Mason. Og hann veit ekki hvað boltinn á að koma frá. Hann svona að átta sig á þessu, hann sé komin inn á. Kemur hér. Og setur í netið. Ekki sáttur. Hann á bara að fá að vera inn áfram. Enda alveg óþarf að taka hann út af strax. Það er 21-6. Og Árni. Philip og Quintin. Fín þarna hjá Árna, Baldur slær. Og Baldur, já. Þetta var vel gert. Enda, ég hef nú kannski sett Baldur inn og fyrr. Hann er segur leikmaður. En 7 stig kominn hjá Hrunamönnum. Þá kemur Árni. Alex, Philip og Ævar slær. Það var enginn þarna í vörninni. Nei. 22-7. Þá kemur Philip, kemur þessar uppgjafir. Og þetta í gólfið. Já, þeir eru bara að vera tilbúinir að gera þetta mjög oft, taka þetta bara með fingurslægi og þá fær hann að gera skiptinguna við Rúnar Axel. Þá þurfum við að vita hver er fyrirlið á velli. Og það er Baldur sem er fyrirliði. 10. Þeir þurfa bara að taka þessa bolta og fylgja með fingurslægi og íta þeim bara beint upp. Fá sóknina. Hann var að átta sig á því að hann væri fyrirlið. Já. Sko, taka þetta bara með fingurslægi, strákar. Hvað er þetta? Og Baldur fær hann. Já, yfir. Já, þeir ná að lauma sig yfir. Já. Skoruðu þetta stig. Þetta hjá KM-mönnum, nei, hjá Hrunamönnum. Já. 8. stigið. Já. Þeir eru þá komnir samtals í 20 stig. Já, virkilega vel gert hjá þeim. Já. Óheppinn þarna. Hann er ekkert að lekið yfir þessi. Já. Það er allt í lagi fyrir það að fá eitt ódýrt. Já. Þá er Ævar kominn í uppgjöf. Já. Síðasta stigið. Hann hins vegar, hann testa að leka hann yfir þarna og Axel slærar. Hann er búinn að fá að snerta boltan, já. Flott lokastig þarna. Alexander slær boltan þarna. Sigurður var fyrir honum en það er ekki erindi sem er við. Nei. Spurning hvort hann hefði viljað vera fyrir honum, það var fast. En öskubursku ævintýri Hrunamanna er hér lokið í bikarkeppninni að þetta árið. Þeir fengi að prófa sig á stóra sviðinu. Á móti stærsta liðinu eiginlega. Móti stærsta liði deildarinnar, eða stærsta liði Íslandsmótsins í dag. Deildarmeistara KA. Það var verðugt verkefni og illkleift. Já. En hér á eftir svona 30 mínútur, þá fáum við að sjá leik Stjörnunnar og HK, seinni undanúrslitaleikur Kjörins bikarsins. Það má
búast við hörkuleik. Já, við bara veðjum á það. Við bara kveðjum þangað til og eftir. Sjáumst á eftir. Verið sæl. Nýjar vörur, Under Armour kringlunni, Altis bæjarhrauni, altis.is. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4.